Jóhann, forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, það ótt að segja að þetta séu fordæmalausir tímar eins og allir segja og það vissulega staðan á Suðurnesjum þó að Suðurnesjumenn hafi upplifað hvað verst bankahrunið eða afleiðingar bankahruns. Það ótt að segja að þetta sé alveg sprungun í stað. Já, við höfum ekkert fordæmi. Mér dettur kannski helst í hug kreppan mikla í Bandaríkjunum en auðvitað bara veruleikinn sá að ferðaþjónusta og kannski fyrst og fremst samgöngur eru bara það stór þáttur í okkar atvinnulífi. Þannig að þetta kemur mjög illa við okkur. Og þó svo að sveitarfélög auðvitað annars staðar á landinu sé að sjá kannski hærri atvinnuleysis-tölur, þá massinn hér. Og auðvitað höfum við í gegnum tíðina verið að reyna að fjölga eggjunum í körfunni, gengið misjafnlega vel, það bara verður að segjast. En blessunarlega hefur auðvitað ferðaþjónustu og samgöngur, það hefur gengið mjög vel á undanförnum árum og sveitarfélagið hefur auðvitað notið góðs af því. Fólksfjölgun hefur verið mikil en að sama skapi hefur vinnan verið í þessum geirum einhæf. Og við sjáum þetta bara stærsta vinnustað landsins stopp. Ég hef nú ágætis félag og við eigum það nú flestir Suðurnesjamenn hafa góða tengingu við Leifsstöð. Myndirnar þaðan eru auðvitað sláandi þar sem það enginn inn í flugstöðinni og allar vélar stopp. Svo þetta bara spurningin hvernig vinnum við úr þessari stöðu, hversu fljótt verðum við að koma okkur aftur á lappirnar. Og það það sem að sveitarfélagið hefur verið markvisst að vinna að. Reykjanesbær brást held ég bara mjög vel við og kannski fyrr heldur en margir aðrir eða mörg önnur sveitarfélög vegna þess að auðvitað gera menn á Suðurnesjum sér grein fyrir því hversu stórt þetta egg í okkar körfu. Auðvitað erum við að vonast eftir því að við förum að sjá flugvélarnar taka á loft von bráðar. En ég held að við þurfum bara að vera raunhæf í þeim væntingum. Við munum þurfa að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að auka tækifæri á svæðinu og nýta þennan tíma vel. Þannig að þegar opnar þá verðum við tilbúin. Ekki líka mikilvægt að auðvitað alveg ljóst að flugstöðin mun þurfa mikinn mannfjölda og kallar eftir mörgum störfum þegar hún voru komin í gang aftur og allar þær tengingar. En ekki nauðsynlegt svona kannski fyrir sveitafélag eins og Reykjanesbæ að horfa á þetta sem ákveðin lærdóm líka sem að kannski hefur oft verið erfitt að þetta kannski of einhæft og að það þurfa að búa bara til, reyna möguleika á að fjölga tækifærunum, atvinnutækifærunum í öðrum geirum. Jú, svo sannarlega og ég held að megin stefnan hjá bæjarstjórn til að mynda held ég að sé algjörlega þar. Við þurfum að stofna hér nýsköpunarsetur, við þurfum að setja fjármagn í það, við þurfum að sækja á þá sjóði og ríkisvaldið til þess að reyna að þróa fleiri og fjölbreyttari atvinnutækifæri á Suðurnesjum. Og við höfðum náttúrulega völlinn á sínu tíma. Við söknum hans nú stundum, svo fáum við ferðaþjónustuna en að sama skapi þá hefur ekki kannski gróskan verið alveg nógu mikil í öðrum atvinnutækifærum. Við sjáum samt sem áður sem betur fer, nýsköpunar fyrirtæki vera að komast á laggirnar og svona fullorðna staðins, meðal annars hér á Ásbrú sem fagnaðarefni. En við þurfum meira, við þurfum fjölbreyttari atvinnutækifæri á Suðurnesjum og kannski þetta tækifæri til þess að endurmeta það og fylgja því þá úr hlaði vegna þess að það ekki nóg að búa til jarðveginn, það þarf oft á tíðum líka að styðja við og til lengri tíma. Þannig að ég held að það sé svona megin stefnan og ég heyri það bara í það mikil samheldni í bæjarstjórninni. Mikið af þessu góða fólki hefur upplifað niðursveiflur hér á svæðinu og nú höfum við tækifæri, við þurfum að nýta það. En það alveg ljóst að flugstöðin mun þurfa sitt og alveg sama á þegar Keflavíkurflugvöllur var hér á sínu tíma og fórum með mannum úr 2006. Hann bara kallaði á fólk, hann þurfti fólki í hinar ýmsu stöður sem hafði meðal annars áhrif á menntunarstig af því talið að hér gat fólk gengið í góða vinnu, velborgandi vinnu á
án þess að vera með mikla menntun. Alveg rétt. Og þannig að þetta svolítið erfið staða sem Suðurnesin eru í rauninni verandi með Keflavíkurflugvöll sem að þarf bara sína þjónustu, þarf sinn fjölda störfum miðað við eðlilegt árferði. Þannig að þetta er svolítið erfitt dæmi, getum við sagt, svona, hvað ég að segja, fyrir svæðið, leið og það er gott, en þá er það líka vont. Alveg rétt og ég held að þarna þurfum við bara að horfa meira til kannski atvinnusköpunar sem að kannski er svona grundvöllurinn þarf að vera sá að þetta séu störf sem að festa sig í sessi og þá er ég að tala vísindi og tækni, ég er að tala heilbrigðismál, ég er að tala aukna sókn í menntamálum, allt útheimtir þetta fólk sem að hefur menntun og svo er auðvitað töluvert af störfum í flugstöðinni sem að útheimta það að fólk sé kannski að mennta sig innan þess geira sérstaklega og það getur verið erfitt þegar dregst saman þar að það er ekki endilega að það fólk hafi raunverulega þekkingu og reynslu til þess að hoppa yfir í önnur störf þó að þau eru búin til. Þannig að þetta er svona þetta vandamál sem við erum að glíma við, að vandamál skal kalla. Ég sé þetta bara þegar við berum okkur saman við önnur svæði á landinu, þar sem og Akureyri kemur oft upp í hugan og ástæðan er kannski svo að við höfum verið svona að slást við Akureyri varðandi fólksfjölda en þar eru bara sem dæmi kannski fleiri ekki í körfunni, sjávarútvegurinn hérna minnst okkur í Reykjanesbæ hefur auðvitað ekki borið sitt bar lengi nú ríkisstofnanir fyrir utan Ísafía eru ekki til staðar hér á svæðinu. Þannig að við þurfum svona að horfa til þess að reyna að fjölga eggjunum í körfunni og það er ekki skammtíma átak sem gildir þar, heldur frekar að horfa til lengri tíma og það eru þetta frábært að hafa upplifað þennan tíma sem hefur verið hér, uppgangurinn hefur verið mjög mikill. En við viljum samt sem áður vera þannig í stakk búin að einstaka áföll eða niðursveiflur seti ekki hér allt á annan endan og áfallið er meira vegna þess að eggin eru færri hér. Og þetta er svolítið, getur við sagt líka áfall fyrir ykkur í bæjarstjórninni eða þið hafið náð góðum árangri við það að snúa fjármálum Reykjanesbæjar sem að voru mjög erfið eftir bankahrunið og allt kom í bullandi sveiflu aftur og þá kemur annað áfall og líklega stærra. Já, ég held að það liggi alveg fyrir að áfallið fyrir Reykjanesbæ verður, fyrir fjárhag sveitarfélagsins verður mjög mikið. Sem betur fer þá hefur svona á undanförnum árum hefur gengið mjög vel í rekstri bæjarins, sérstaklega kannski undanförnum 2 ár. Það gerir það að verkum að það er kannski smá borð fyrir báru hjá okkur núna. En það er ekkert séð, við sjáum ekkert á þessum tímapunkti hvernig það mun hafa áhrif á tekjuhlið sveitarfélagsins. Við vorum í byrjun þessa árs búin að hlaða verulega í framkvæmdir. Við erum auðvitað að byggja Stapaskóla sem er risastór framkvæmd. Við vorum búin að leggja drög að mjög mörgum málum í uppbyggingu innan sveitarfélagsins sem að við höfðum bara hreinlega ekki tækifæri til þess að fara í á undanförnum árum. Þannig að það þýðir það að Reykjanesbær eru að fara í verkefni sem að útheimta starfsfólk og verktaka og við munum reyna að flýta framkvæmdum eins og við mögulega getum til þess að auka störf á þessum tímapunkti en síðan munum við þurfa að endurskoða fjárhagsáætlun og sjá hvar við stöndum og við erum auðvitað í samtali við ríkið meðal annars og önnur sveitarfélög í kringum okkur og landinu hvernig hægt er að bregðast best við. Öll sveitarfélög, stærri sveitarfélög hafa farið þá leið að fresta fasteignagjöldum og reyna að koma á móts við svona þessa skammtíma þætti sem að sveitarfélagið hefur tækifæri til. Við getum ekki fellt fasteignagjöld niður, þyrfti reglugerðarbreytingu eða lagabreytingu til en við höfum líka reynslu af hruninu og það var ýmislegt gott gert þar til þess að reyna að tryggja fólki virkni. Við munum leggja fram núna plön á næstu vikum hvað sveitarfélagið getur gert og ég hef svo sem látið hafa það eftir mér áður að sveitarfélagið mun gera allt sem í þess valdi stendur til þess að bregðast við þessum vanda
En ef hann lengist og við sjáum ekki fram á það að hann verði skammvinnur, þá auðvitað bara liggur fyrir að við verum í stöðu sem við höfum aldrei verið í áður og verðum að endurmeta stöðuna út frá því.